Já, Jóhann, 2-0 tap hérna í Laugardalnum, bara svona fyrstu viðbrögð eftir leikinn. Bara, sáttum við að tapa og þetta var ekki sanngjarnt tap. Fannst þið að vinna eða kannski skilja úr þessu? Við náttúrulega með við leikinn þá áttum við náttúrulega að vinna en við bara fáum okkur svona 2 kúkamörk sem að eigum náttúrulega ekkert að gera og það er klaufalegt í okkur og sem við erum náttúrulega svektust með í dag en það hafi ekki skorað. Á bara þokkalegum degi hefði við gert 5-6 mörk, það er bara miðað við færin sem við búum til. En eins og ég segi, það er eitthvað yfir Laugardalnum í sumar og stíginn fara þangað og öll mörkin, það er bara þannig. Hún reynast ykkur erfið í rammanum úr Molly, langaði aðeins að fá eitt þarna inn í lokinn og sjá hvað myndi gerast? Við vonum klaufar. Molly er bara fínasti markmaður en við spörkuðum bara í hann í dag og hjálpuðum henni rosalega mikið og það var eiginlega bara okkur að kenna en ég ætla ekki að taka reitt frá henni en við spörkuðum í hana og hún bara gerði vel en meðan við færin sem við byggum til þá var fannst mér þetta bara illa afgreitt hjá okkur og okkur að kenna. Eins og ég segi, við fengum rosalega mikið af það. Það var svona búið að vera svolítið stígandi í þessu hjá okkur fram að landsleikarliði, þú varst væntanlega að vonast eftir því að halda því áfram inn í dag? Ég veit það ekki, ef einhver er að fylgjast með þessum leik þá held ég að þessi leikur hafi mörgu leyti borið ágætt vitni fyrir okkur í Þór Káa en því miður þá bara er eiginlega enginn að spá í þetta og fái fylgjast með og hvað þá að velta þessu fyrir sér einhverju viti þannig að það er bara menn mun eftir viku bara eftir 2-0 fyrir Þrótti og þannig verður það bara að vera og við óskar þeim bara til hamingju með stíl. Þær virtust ná að loka þess á Söndrumári eins og í þessum leik fannst mér. Var eitthvað að koma ykkur óvart í þeim efnum í dag eða var þetta bara tilfellandi eitthvað? Nei, þetta er bara, eins og ég segi, ég ætla ekki að tala neitt dómgæslega neitt, það er tekið fast á Söndru og hún náttúrulega þolið það auðvitað en það er alveg svona, það er aðeins takmörk samt fyrir þessu hvað er hægt að ganga langt í þessu en Sandra var bara eins og aðri hjá okkur, bara pínu klaufi að skora ekki, kom sér í góð færi og átti náttúrulega að skora en það er tekið hart á henni og mönnum finnst svona eins og það sé þetta svolítið mannalegt að leyfa því að viðgangast því að þarna fyrir landsliðsmaður og leyfum við leikmönnum að taka aðeins harðar á þeim. Nú styttist í að mótið verið hálfnás fyrir tvískiptingu, ertu sáttur með þetta fram að þessu? Ég sáttur með margt en við höfum samt kastað þess frá okkur stigum og það situr rosalega í okkur hvernig við fórum með 10-12 mínútur í fyrri hálfleik á móti FH og töpuðum þannig 3-0 á þeim 12 mínútum. Síðustu 30 á móti Val, svíða rosalega og stigin sem við kostum frá okkur þar. Þessi í dag, við áttum að fá alveg að lágmarki 1 stig hérna í dag en fyrir utan þetta þá er ég bara heilt yfir sáttur og ég er ánægður með liðið mitt í dag svo það kom bara enn og aftur fram. Ég er gríðarlega ánægður með liðið og hópinn og hvernig það er að bregðast við því sem við erum að díla við í sambandi við meiðsli og annað. Þú talar FH með skjálfstikið að það er í bikarnum í næsta leik. Hvernig farið þið inn í það? Já, bara það er allt eða ekkert leikur og við þurfum bara að gefa allt í það og nota óbragðið sem situr eftir að hafa skilið óverðskulda stigin eftir hérna í Laugardalnum. Við hljótum ekki að nota það í næsta leik sem er bara á 5.